Sæl veriði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Ívar hér. Í þetta skiptið ætlum við að nýta flagsaflugu sem þetta er engin beðið hana en það er bara, skiptir ekki máli, við nýtum hana einhvað síður. Þetta er fluga sem heitir Overtaker, sem er svona, ég veit ekki hvort það segja öfugur Undertaker eða þannig, en við erum sem sé í Overtakerinn að nota RX standard double númer 8. Silfurlitaðan króki þessa og við erum að nota sem sé Uni 8.0 tvinna í þetta og flugan er ekkert svo flókin í uppbyggingu sem slík, það er silfur, segi ekki silfur, heldur gullbrottur á honum, við byrjum á honum. Tökum 6 vafninga aftan og tökum svo gullið í 5 og svo 7 svona og í gegnum svona, þá erum við búin að læsa þetta niður og svo hef ég þetta undir, svo klippum við bara þennan í burtu og það kemur sem sé rautt glóbrætt aftan í rassinn á þessari flugu, alveg síðan Undertakernum, það kemur og svo kemur grænt glóbrætt fyrir aftan, segi fyrir framan þetta rauða, ekki fyrir aftan það. Og svo kemur grænn búkur á þessa flugu sem er dálítið svona, dálítið sérstakur litur, svona græn, glitrandi búkur sem þetta kemur mjög vel út, ég sjáum við þá eftir. En flugan á engrækju lítur einhvern veginn svona út, stór glæsileg laxafluga og vel þess verið að eiga og ég ætla búin að nýta þetta sem straumflugu líka, mér langar bara að prófa þetta og sjá hvað viðbröðin hjá rauðanum við þetta og birtingnum verða. En svo kemur sem sé græni hlutin á þetta höfum hann aðeins styttri heldur en að rauða, svona, einfallega bara til að segja pláss í búkinn. Kemur þetta græna glóbrætt, þetta er bara grænt glóbrætt sem ég er með, svona. Komið í og við bara klippum það í burtu og ég reyndi að leita hjá mér að svona grænu efni eins og er í búknum á þessum á þessum flugum og það sem ég kom svo næst í því það var bara að fara í flugubúlinn og fá mér SSS frötin sem sé dubbing. Það er nokkuð nærri lagi í þetta, ég er samt ekki alveg kláraði með hverju orginal flugan er nýtt með. Ég ætla ekki að setja stél á þessa flugu, en ég hef séð hana nýtta með sem sé gullfasana í stéli. Og því ég held nú á honum gerum eins og Ragnar Reykjavík, sem fljótar að skipta skoðun. Bara eins og maðurinn sagði fokket, við höfum stél á henni. Ákveðið hér með það bindst niður og svo klippum við þetta af og þá getum við farið að huga búknum og við döbbum búkinn á þetta og ég er með efnið klárt, þetta efni og við þurfum að aðeins að zooma frá þessu þannig við sjáum döbbinuna og við snúum þessu upp á þráðinn og þetta er svo sem ekkert voðalega langur krókur sem við erum að nýta þetta á, þannig að það er allt í lagi að láta þessa einingu að döbbi vonandi bara duga. Prófum þetta bara og svo getum við fært döbbið sjáum við til á þræðinum og slæta því aðeins til áður við komum þræðinu til dæmis í þá stöðu sem við viljum hafa og í þessu tilfelli þá getum við notað snúningin á þvingunni eða væsnum að þetta er svona rotary væs sem við erum með þetta
og ég að spá ég að gera þá verður döbbið sem sé döbbum við þetta bara á svona, snúum við þessu hérna á og passa okkur að reka ekki þráðinn með döbbin á í oddinn á önglinum, það stórhættulegt. En þá döbbast þetta svona, þetta klára þetta svo sem bara svona hefðbundin hátt og algengast hef ég séð þessa flugu hnýta með appelsínugulum haus, skær appelsínugulum haus og ég að spá í, við snirtum hérna búkin aðeins, það eru lengstu hárin sem standa hérna út úr svona þá göngum við frá þræðinum bara hérna svona og við gerum hnút á þetta og bara skiptum þessum þræði út fyrir appelsínugulan þráð. Þannig að það eru þá 2 þræðir í þessari flugu. Gerum þetta fyrst með svartamann, náttúrulega nota appelsínugula þráðin í hann alla að sjálfsögðu. Ég bara á svo mikið að svarta þræði að það nota hann appelsínugula bara. Drýja hann. Þá kemur hann hérna yfir. Og alveg pikkfastan hérna niður. Svo komum við með sem sé vængurinn á þessu úr íkorna og íkornin er hér og það svartan íkorna í væng hann kemur hérna og við látum vænginn matsa við cirka bát við endan á stílinu þannig að vængurinn ætti með rétt að vera einhvern veginn svona stöður hérna þá kemur vængurinn á fluguna, hann er hérna svartur íkorni og við reynum að hafa hann þannig að þetta sé svona sæmilega beint og þannig að tvinnin grípa hann alveg svo þarf að vera pláss hérna á hausnum við sjáum það kemur kræja á þessu flugu eftir vængum kemur svartur kræji við þurfum ekki að vera fullbúa hausinn á hann núna en við erum með svartan hana í kraga það er líka hægt að vera bara með svart skegg það er ekkert mál ég ætla bara að sýna ykkur hvernig hún kemur út með kragan af því að hún kemur nokkuð vel út með kraga þessu fluga og þá setjum við fjöruna hérna á hún er búin að reyta hluta af henni og látum sem sé þann hluta sem glampar á henni eða snýr út snúa fram þá er þetta svona þá erum við búin að festa fjöruna á henni niður þá klippum við stamman hérna burtu fjörunni og nú þurfum við aðeins að snúa þessu hérna því að til þess að koma fjöðrinni almennilega á þá er ég að nota og til þess að koma þessu vel á þá erum við að nota hérna fjaðurklemmu í þetta og svo setjum við tvinnan hérna alveg fremst eða nógu framalega að því að fjöðurinn vefst utanum sem sé hausinn og við vefjum henni fram ekki alltaf onni hvort annað eða sem sé onni sjálfa sig heldur vefjum henni fram þá vonið þið sjáu þetta hérna, ég þarf að halda þessu nefnilega halda hérna í fanirnar greiðum fanirnar sem sé bara zooma þessu út úr þessu þannig að sjáum hvað við erum að gera greiðum við sem sé fanirnar í burtu aftur á bak og færum fjöðrina fram í leiðinni eitt sem við erum að passa okkur á þurfum að gera svona það er það að taka ekki of fast á fjöðrinni því að ég var að nýta þessa flugu hérna fyrir kvöld og þá braut í stilkinn á fjörinu, það er ekkert gaman að það byrja upp á allavega. Byrja allavega på nýtt. En svo grípum við bara restina á fjörinu hérna með tvinnanum. Þá er óhætt að sleppa fjaðurklemmunni, en við megum ekki sleppa tvinnanum. Það verður að halda alveg tensjón á honum og taka 2-3 hringi til þess að svona 2-3 þá er endin ekki að fara neitt og þá getum við farið hérna inn með skærin eftir á og klippt endan. En eins og ég segi, ég hef ekki prófað þessa flugun svakalega mikið sjálfur.
Kynnum maður bara fyrir sjálfung. Ég rakst á þetta á netinu og sá mjög skemmtilega umfjöllun þetta á síðu út í Kanada. En ég reyna að fylgjast með fullt af síðum erlendis og við erum að posta vídeóm á síðurnar erlendis og fá mjög skemmtileg viðbrögð. Og svo til þess að sem sé fá kragan til þess að snúa aftur, þá þurfa að taka hann svona. Þetta þægilegt að nýta þetta á tvíkræki í staðinn fyrir þríkræki, þegar þú gerir þetta með þríkræki þá er hann nánast öruggt á og stingur þig. Svona, höldum við kraganum hérna aftur. Það er þá taka einn hérna svona og svo byggjum við upp á henni. Það má vera nokkuð bölki í haus sko. Það stinga mér hérna á þessu. Svona. Þá erum við komin með haus á þetta. Ég syngur í hérna þræðinum eða keflinu. Svona. Slaka þess á þessu þetta. Þá er það bara whip finish og svo lakk og þá er overtakerinn klár, ekki undertaker. Ég er ekki alveg klár að eins og ég segjum, komst ekki alveg að ég fyrsta kasti hver er höfundur af þessu, en ef ég kemst að því þá bara skellum við honum inn í að sjálfsögðu inn í hérna lýsingun á myndbandinu. Þá er bara lakk eftir og út í ámeðana að veiða. Það var ekkert annað að gera hann að skella þetta lakki og með að við gerum það þá bara eins og ég segi þakka ég eitthvað kærlega fyrir áhorfið og hérna þeim er endilega að gerast áskrifundur á rásinni, setja like á vídeo og deila því og svona hjálpa okkur með að stekka. Annars sjáumstu bara hress og kát í næsta vídeo. Takk kærlega fyrir.